Kjartan Magnússon óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek til máls undir 18. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. desember og undir þeim lið ætla ég aðallega að koma því á framfæri að 4. september síðastliðinn þá lagði ég fram fyrirspurn á fundi borgarstjórnar sem varða tónlistarhúsið Hörpuna og átti þá smá orðastað við borgarstjóra út af þeirri fyrirspurn og átti í framhaldinu von á því að þessari fyrirspurn yrði svarað fljótt og vel, enda varðar hún mikilvæg málefni, bæði fjármál hjá borginni og vinnubrögð embættismanna hér í Ráðhúsinu. En það skemmst frá því að segja að þrátt fyrir að 4 mánuðir rúmir séu liðnir frá því að fyrirspurnin var lögð fram, þá bólar ekkert á svari. Ég hef engin svör fengið, hvorki formleg né óformleg, og ég verð að átelja þessi vinnubrögð. Borgarstjóri verður að átta sig á því að hann er ekki bara pólitíkus, hann er æðsti embættismaður borgarinnar. Hann ber ábyrgð á því starfi sem fer fram í borgarkerfinu. Hann ber endanlega ábyrgð á því starfi sem 8.000 borgarstarfsmenn sinna og ekki síst embættismenn sem undir hann heyra. Og þarf að svara fyrir það ef vinnubrögðin er ekki góð. Og ég að segja, ég hef aldrei kynnst því áður að þegar svona mál er tekið upp á vettvangi borgarinnar að því sé ekki svarað. Því sé ekki svarað með einhverjum hætti, hvort sem er beint á viðkomandi fundi eða við fyrsta tækifæri. Og maður hlýtur bara að velta fyrir sér hvaða stefnu vinnubrögðin hér í Ráðhúsinu að taka og borgarmálefnin ef að borgarstjóri sér ekki fært að svara slíkum fyrirspurnum. Kannski gera hann sér vonir það að þessi mál bara hverfi ef hann svarði þeim ekki, en það er ekki þannig. Borgarstjóri verður sem embættismaður, æðsti embættismaður borgarinnar að sjá til þess að slíkum fyrirspurnum sé svarað, ekki síst þegar svo alvarleg mál er að ræða. En já, þessi svör hafi ekki enn borist, þá ætla ég að leggja þessa fyrirspurn fram að nýju. Og hún er í 5 liðum og hljóðar svo. Hver er heildarbyggingakostnaður við Hörpu og tengd mannvirki á núverandi verðlagi? Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum áfallinn kostnað, svo sem vegna lóðakaupa, jarðvinnu, sjófyllingar, byggingar glerhjúps, gatnatenginga, torggerðar, lóðafrágangs, bílastæða, hús og svo framvegis. Þá er óskað eftir yfirliti yfir þær framkvæmdir sem eftir eru eða standa yfir og kostnaðaráætlanir vegna þeirra. Hver er afstaða borgarstjóra til þeirrar ákvörðunar stjórnar Austurhafnar, TR, að neita þráfaldlega óskum kjörins borgarfulltrúa aðgang að úttekt KPMG frá 31. maí síðastliðnum rekstur Hörpu? Kom borgarstjóri eða staðgengill hans með einhverjum hætti að umræddri ákvörðun stjórnar Austurhafnar TR, til dæmis með samráði við fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn fyrirtækisins eða var umrædd ákvörðun borin undir hann með einhverjum hætti áður en hún varð opinber? 3. Borgarar Reykjavíkur lagði á það sérstaka áherslu í sameiginlegri bókun 3. nóvember 2011 að strax yrði farið í einföldun á stjórnarfyrirkomulagi þeirra félaga sem koma að rekstri Hörpu. Með hvaða hætti hefur umræddum tilmælum borgarráðs verið framfylgt nú þegar rúmir 10 mánuðir eru liðnir frá samþykkt hennar. Og það er að segja 14 mánuðir liðnir núna. 4. Í sömu bókun borgarráðs var óskað eftir því að sérstök úttekt yrði gerð á rekstri Hörpu til að skýr staða lægi fyrir og hægt yrði að meta hvernig verkefni hefði farið af stað. Jafnframt var óskað eftir því að ekki yrði farið í frekari framkvæmdir við húsið sem ekki leiddi af sér tryggar viðbótar tekjur meðan úttektinni stæði. A. Af hverju liðu rúmir 5 mánuðir frá því að umrædd tilmæli komu fram í borgarráði þar til vinna hófst við umrædda skýrslu? B. Hvaða verksamningar hafa verið undirritaðir vegna vinnu í eða við Hörpu frá 3. nóvember 2011 og hvaða fjárhæðir er að ræða? 5. Óskað er eftir upplýsingum vegna launa, þóknunar og hlunninda til stjórnarmanna í öllum þeim félögum sem tengjast rekstri Hörpu frá 15. júní 2010. Hér er átt við stjórn Austurhafnar TR og öll dótturfélög, Portus, Sítus, Tótus, Akko, Hospes, Kústos og Hring. Síðan fleiri félög að ræða er einnig óskað eftir upplýsingum þau.
Óskað er eftir sundurliðum upplýsingum upphæð launa eða þóknunar eftir félögum og einstökum stjórnarmönnum. Sé aðrar greiðslur að ræða til stjórnarmanna í umræddum félögum er óskað eftir upplýsingum þær. Og eins og borgarfulltrúar heyra þá er hér alvarleg mál að ræða, mjög alvarleg vinnubrögð sem hafa tíðkast farið fram hér í borgarkerfinu, og ég ætla að vona að það megi ekki skilja þögn borgarstjóra í málinu þannig að hann hefur ekki viljað svara í 4 mánuði að hann sé sáttur við þessi vinnubrögð. Mér fannst þessi vinnubrögð ekki ná nokkurri átt, og þetta er líka alvarlegt vegna þess að hér eru stórar fjárhæðir að tefla. Þegar spurningarnar voru lagðar fram þá stóð vinna við gerð fjárhagsáætlunar yfir, þá var henni ekki lokið, og þessar upplýsingar hefðu átt að koma á meðan var unnið að þessari fjárhagsáætlun sem nú hefur verið samþykkt. Sjálfsagt að borgarfulltrúar glöggvi sig á því. En síðan það sem skiptir líka máli er það að ekkur kynna að segja að það verið sérstakt að þetta verið borið fram hér í borgarstjórn þessi fyrirspurn, en það er auðvitað vegna þess að við sem sitjum í minnihluta borgarstjórnar, við höfum ekki beina aðkomu að þessum málum, að til dæmis þessu félagi, Austurhöfn. Þar skipar borgarstjóri eða meirihlutinn í Reykjavík, hann skipar síns pólitíska fulltrúa í þá stjórn, og embættismenn sem heyra beint undir borgarstjóra og taka þess vegna við skipunum beint frá honum og hafa sín trúna fyrst og fremst við hann. En síðan þegar maður reynir þess embættismenn að því að leggja sig í líma við að halda upplýsingum frá kjörnum fulltrúum, auðvitað er náttúrulega kjörnir fulltrúar í Reykjavík að hafa sama aðgang á upplýsingum á borgarstjóri, en þegar það er síðan reynt sérstaklega gæta þess að kjörnir fulltrúar í Reykjavík fá ekki þessar upplýsingar og í því taka þátt meðal annars nokkrir af æðstu eða 2 af æðstu embættismönnum borgarinnar, þá hlýtur auðvitað pottur vera brotinn í þessu blessaða borgarkerfi okkar. Og maður skyldi ætla að borgarstjórinn færi þá í það að reyna að bæta úr því, í staðinn fyrir að látast ekki heyra þegar maður kemur fram með slíkar athugasemdir. Og þess þá heldur ætti borgarstjóra að vera umhugað það að koma slíkum upplýsingum fljótt og vel til skila og sjá til þess að allt fari rétt fram í kerfinu og gangi snurðulaust fyrir sig, þegar að minnihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur hefur ekki fulltrúa í viðkomandi stjórn eins og er að ræða þessu tilviki. Og fyrst það er svona í þessu tilviki, þá veltir maður því fyrir sér hvernig stendur á því þrátt fyrir allt tal ný vinnubrögð, hvernig eru þá vinnubrögðin, hvað er það sem minnihlutinn Reykjavík var ekki að fylgjast með í fleiri stjórnum þar sem hann hefur ekki fulltrúa, eins og til dæmis í stjórn Strætó og Sorpu. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það tekur næstur til máls háttvirtur borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég get nú svarað því til að varðandi þessa fyrirspurn borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að ég lagði fram ítarlegt svar í borgarráði 18. október síðastliðinn og ætti að vera borgarfulltrúanum aðgengilegt í fundargögnum og ég veit ekki annað en þetta sé eðlileg og góð stjórnsýsla. En ef að borgarfulltrúin vill að ég fari ítarlega yfir svarið þá er mér það ljúft. En svarið er ég búinn að leggja fram og tel að það hefði þá líka átt að koma í fundargögnum á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir borgarráð. Kannski er þetta einhver misskilningur. Takk fyrir. Borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, gleðilegt ár öll sömul. Ég er hér að koma undir fundargerð umhverfis- og samgönguráðs þar sem er undir
lið, ég man ekki alveg númer, hvað stjórnar fundur Sorpu BS, eða hvort það er nokkuð komið inn í fundargerð. Það liggur allavega fyrir á þessum fundi, fundargerð Sorpu. Hún liggur hérna frammi. Já, þú ætlar að koma undir 15. dagskrá við þá væntanlega. Væntanlega. Við erum í 13. Allt í lagi. Alveg sjálfsagt. Er ég þá strax að koma upp eða er ykkur annars? Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum 13. lið. Jú, óskar borgarfulltrúinn eftir að gera stutta athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon óskar eftir því að gera stutta athugasemd undir þessum lið. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir svarið, en ég verð að segja það að mér hefði fundist lágmark að fyrirspurnin væri lögð fram á þeim vettvangi þar sem hún kom fram á, sem er fundur borgarstjórnar, en hún hefði ekki verið lögð fram á fundi borgarráðs, enda sit ég ekki í borgarráði og satt ekki umræddan fund. Þannig að þarna var það svar, ég þarf nú að gaumgæfa þetta svar, en það var sem lagt fram 18. október fyrir nokkrum mánuðum. Ég vissi ekki af því og það hefði ekki verið mikið mál fyrir borgarstjórinn í Reykjavík að láta mig vita því þar sem ég sitt ekki í umræddu ráði og senda mér það og helst að leggja það auðvitað fram á þeim vettvangi þar sem fyrirspurnin kom fram á, sem er borgarstjórn Reykjavíkur. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að gera stutta athugasemd. Óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls. Veita, já, gjör svo vel, stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum nú síðustu mínúturnar heyrt reiðilestur Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa vegna þess að fyrirspurn sem hann lagði fram í borgarstjórn síðastliðið haust hafi ekki verið svarað. Borgarfulltrúum vandaði borgarstjóri ekki kveðjurnar og veitti honum heilmikla kennslustund í því hvernig eigi að vera borgarstjóri, hverjar starfsskyldu borgarstjóri eru, hversu margir undirmenn borgarstjóri eru og þar fram eftir götunum. Þegar kemur síðan í ljós að borgarfulltrúinn er að fara algera erindisleysu og ítarlegt 6 blaðsíðna svar var lagt fram á fundi borgarráðs nokkrum vikum síðar, sem borgarfulltrúinn hefur ekki einu sinni hirt að lesa eða félagar hans ekki hirt að vekja athygli á, að þá dettur honum ekki í hug að koma hér upp og biðja borgarstjóra afsökunar á stórirðunum og ásökunum sem í ræða hans félst, heldur bítur höfuðið að skömminni og ætlar að fara að kenna borgarstjóra lexíu að hann eigi að setja sér fyrir lesefni og vekja sérstaka athygli sína og að svör berist hér í borgarkerfinu, en það nú bara reglan, ágæti borgarfulltrúi. Það er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskar eftir því að gera stutta athugasemd. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Óskar borgarfulltrúinn eftir að gera stutta athugasemd. Það fer nú að líða að lokum með að fá óskir þess efnis. Stutta athugasemd. Já, gjör svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, mér dettur bara ekki í hug að biðjast afsökunar. Þetta er það bara ekki í hug þegar það er að ræða að ég ber fram fyrirspurn á þessum vettvangi sem er borgarstjórn Reykjavíkur og svo er mér svarað á öðrum vettvangi sem er borgarráð Reykjavíkur. Það getur vel verið að formaður borgarráð sem situr út á það fundi, hann hafi lesið þetta svar. En ég verður bara að segja það eins og er að ég vissi ekki að það hefði verið lagt fram. Og þegar við erum að tala um að bæta þér vinnubrögð þá bið ég menn að hafa það í huga í framtíðin að það á að sjálfsögðu að leggja fram svarið á þeim vettvangi þar sem hann kemur á. Ég held að borgarfulltrúa Degi B. Eggertsssyni finnist ekki góð vinnubrögð ef hann legði fram fyrirspurn í einu ráði og því væri svarað í öðru, en það er nákvæmlega það sem er gert í þessu tilviki. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita stutta athugasemd og þá hefur borgarstjóri óskar, þá vill borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskar eftir því að veita stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, að sjálfsögðu eru öll gögn sem lögð eru fyrir borgarráð hluti af þeim gögnum sem lögð eru fyrir borgarstjórn á næsta borgarstjórnarfundi á eftir. Það veit Kjartan Magnússon, enda með borgarstjórnar reyndustu borgarfulltrúum. Það sem hann kann hins vegar greinilega ekki að skammast sín og það verður bara svo að vera. Hér var hátt reitt til höggs, það hæfði ekki, en kannski hæfir það efninu. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að gera stutta athugasemd og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Virðulegi forseti,
ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum nú svona stjórnsýslulegan prósess og greinilega hefur einhver misskilningur átt sér hér stað og fannst mér á orðum borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að helst að skilja. Hann teldi að svona ég hefði gengið fram hjá honum eða verið að leyna hann upplýsingum og en ég vil nú fullvissa borgarfulltrúann um það að það var ekki ásetningurinn og var svarið við fyrirspurninni lagt fram í borgarráði og eins og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson kom inn á þá fylgir það síðan í fundargögnum fyrir borgarstjórn, fyrir fundi borgarstjórnar þar á eftir og taldi ég að þar með hefði ég svarað spurningunum á fullnægjandi hátt og það væri bara í eðlilegu og hefðbundnu ferli. Þannig að það að svarið mitt hafi farið fram hjá borgarfulltrúanum vissi ég ekki. Ég stóð í þeirri meiningu að þetta væri og stend ennþá í þeirri meiningu að þetta sé eðlileg og hefðbundin afgreiðsla og hér hljóti einfaldlega að vera einhvern misskilning að ræða og vona að það sé þá búið að leysa úr því núna og vonandi án einhverja leiðinda eða einhver sér sár, því það var alls ekki ætlunin. Það var ekki ætlunin að særa neitt. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur ekki fleiri hvatt sig hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Ég vil biðjast velvirðingar á því að mér ljáðist að kjósa varamann í stjórn Sorpu BS og langar mig að fara fram á þá kosningu